Jæja, sæl og blessuð, ég ætla núna bara að fara svona stuttlega yfir afrakstur þróunarstarfsins. Bogi Ragnarsson heiti ég og er búinn að taka þátt í þessu verkefni frá upphafi. Núna í rúmlega 2 ár, síðan árið 2018. Og starfsþróunarverkefni mitt fjallar rafræna kennsluhætti og ég var í rauninni þegar þetta byrjaði, þá var ég svona að byrja akkurat að feta þessa leið. Og það sem ég meðal annars gert ýmislegt sem hefur gert það að verkum að fjarkennsla eftir COVID hefur gengið ótrúlega vel og mjög bara smurt og þægilega fyrir sig. Ég get farið þá, ég bjó reyndar til miklu lengra myndband þar sem ég fór í gegnum allt sem ég að gera, þar sem ég hef verið að tengja saman nokkuð kerfi. Ég hef notað Moodle-kerfið mikið og við höfum tengt það við Microsoft Outlook og öll þau forrit sem að finna inn í Outlookinu. Og rannsóknarspurningin sem ég setti upp bara hvað áhrif hafa rafræn kennsla eftir upplifun og námsárangur nemanda. Og ég reyna að mæla þetta bæði með því að skoða breytingu á námsárangur og bera saman námsárangur fyrir og eftir að ég fer inn í rafræna kennsluhætti. Ég er svo búinn að vera í þeim áður. En þeir hafa verið tengnir upp á allt annars þrep með þróun rafbóka, með þróun rafrænna verkefnabóka, ýmis annarra rafrænna verkefna eins og til dæmis heimasíðu greininga. Við höfum prófað líka að vera með rafrænar ferilbækur og svona hitt og þetta sem ég kynni fyrir ykkur. Og þið sjáu hérna vinnuferlið desember 2018, þá kynni ég þetta semst fyrir Iðnó, hvað ég að hugsa og þeir eru með sína rafbækur sem að fengið frá danska fyrirtækinu System. Og ég byrja að setja þær upp í Word, þannig að setja að flytja þær yfir, en að lokum þá setti ég þær upp sem stafrænar bækur hér PDF. Þannig að það sé bæði stafrænt efnisyfirlit, allar hver og ein blaðsíða hefur mynd sem tengist námsefninu og það ekkert allt of mikið text á hverju blaðsíðu. Þetta svona kannski helmingur af því sem í venjulegri bók. Bækurnar eru nokkuð langar þess vegna, í staðinn fyrir þetta séu svona kannski 300-500 blaðsíður, þá þetta 1000 blaðsíður hver bók. Og líka efnið, það mjög svona uppfært í rauntíma. Það þróað, það gert aðgengilegra og samhliða því að halda því sem að hefur gefið góða raun og bara svona grundvallar atriði í hvort sem það sé í félagsfræðinni, í rannsóknum, í félagsfræði, í kenningum, í afbrotafræði, heilsufélagsfræði eða öðrum tengdum greinum, þá svona það nýjasta sem að bæði í þróun hér innanlands, þannig bara ýmsar svona rannsóknir og niðurstöður þróunarvinnu á Íslandi, sem og það sem að gerast erlendis, það svona uppfært svona nokkuð reglulega. Og þið getið séð hérna í desember 2018 að kynni þetta fyrir Iðnó, svo byrja ég að setja bækurnar upp, svo setja ég upp verkefnabækurnar og í verkefnabókunum svona 12, 13, 14, upp undir 15 mismunandi verkefni sem þið fá sífellt gefið fyrir bara þegar þið ljúka hverju verkefni. Og allt þetta tengist svo einkunnabók sem stendur á baku hvert einasta verkefni. Hvort sem þið eru að vinna rítanir eða heimasíðugreiningar eða úr verkefnabókinni eða próf eða hópapróf eða kynningar, hvað sem þá alltaf sífellt annarkvort þá uppfærast einhverjum sjálfkrafa eða að þær uppfæra eftir að kennari búinn að gefa handvirka endurgjöf. Og svo sjáum við hérna febrúar til ágúst 2019 uppsetningar á verkefnabókum, pröfukennsla rafrænna verkefnabóka, svo það skrif á rafbókunum sem að ég lauk svo í lok síðasta, segja fyrir ári síðan, það í lok árs 2019. Og svo bara pröfukenndi ég bækurnar á þessu ári og setti svo upp, eða prófaði hérna svona að þau væri með rafrænar ferilbækur, ég var reyndar ekki með það á síðustöðum. Og þá þau bara að vinna einhver verkefni inn í ferilbók sem að svo fylgja þeim út önnina.
Og svo bara held ég áfram og núna síðasta haust þá keyrðum við tengdum mútur, beintengdum við mútur við Outlook-kerfið og þar hægt að vera með, þar eru þau að vinna til með saman, þau eru að vinna verkefni, bara tökum við dæmi, rannsókn með félagsfræði, þá geta þau unnið í gegnum Excel, Word, PowerPoint, ef þau eru með kynningar, þá geta þau unnið þar í gegnum PowerPoint og ef það í fjarnámi, þá erum við með sameiginlegt svæði í gegnum Stream og öll þessi auka forrit sem hægt að nota til rafrænnar kennslu sem eru fjölmörg í gegnum Outlook. Þá hefur við verið að nota Stream þar sem að þau geta þá sett kynninguna sína inn, séð kynningu frá öðrum og gefið komment og ég gef svo endurgjöf. En svo náttúrulega tengist þetta líka allt bara Moodle-kerfinu okkar. Þannig við tengjum rauninni þarna saman tvö kerfi, það er að segja bæði Outlook-kerfið, Moodle-kerfið og svo líka hef ég verið með Facebook-hópa og þeir beintengjast í rauninni gegnum linka sem þetta er að snirta til þannig að þetta verður allt svona mjög skipulagt og faglegt. Svo það bara þróun kennslumyndbanda, svo örugglega margir hafa verið í að þróa kennslumyndband og svo eins og ég segi ágúst til desember 2020 tengingar Moodle og Teams og svo rafrænar hópakenningar í gegnum Microsoft Stream sem ég aðeins búinn að minnast á. Og þetta eru 6 rafbækur fyrir áfanga í greinum tengdum félagsfræði. Þær voru mótaðar 5 rafrænar verkefnabækur með fjölda mismunandi verkefna. Í heilsufélagsfræðinni var ég ekki með rafrænar verkefnabók en þar kallaði ég þetta blöndu verkefni. Heimasíðugreiningar þróaðar í öllum áfangum og þær eru eins og bara vera með lifandi námsefni því að heimasíðugreiningar eru fengnar af heimasíðum ýmsa opinberra stofnana sem að tengjast námsefninu í félagsfræði beint eins og til dæmis bara Hagstofan með gríðarlega mikið magn af alls konar gögnum sem að tengjast námsefninu. Það getur líka verið Our World in Data, það getur verið Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, það getur verið lögreglan, það getur þess að verið FBI og bara svona fjölmargar opinberar stofnanir. Þetta séu svona að því sem ég hef verið með þá er þetta svona kannski 25 mismunandi stofnanir. Þetta getur líka verið bara eins og við erum að fjalla stjúptengsla, bara síðu stjúptengsla eða síðu alls konar samtaka eins og Stígamóta eitthvað slíkt. Svo eru rafrænar fyrirbækur sem ég keyrði þarna eina önn, frekar en 2. Og svo hef ég gert kannanir og meðalans hef ég gert kannanir 3 sinnum en ég ætla að birta bara nýjustu könnuna fyrir ykkur, svona helstu niðurstöðurnar úr henni. Og 80% nemenda telja rafbók áfanganna vera góða, bara 3% segja hún sé slæm. 80% nemenda lesa rafbókina hverju viku, 86% nemenda velja bókarafnu formi frekar en í kápu og aðeins rúmlega 6% nemenda telja námsárangur sín vera betri ef námsbækur eru á hefðbundnu bókaformi. Þannig að allar niðurstöður, ég reyndi að setja upp könnuna þannig að bara mjög svona vísindalega, þetta er ekki leiðandi spurningar og einfaldar og svo framvegis. Og 1% nemenda telur uppsetningar af bókunum sé slæm. Þannig að ég held að það sé bara ágætis meðmæli. 84% nemenda fannst námsefnið áhugavert og meirihluta nemenda fannst skemmtilegt að vinna rafrænum verkefnabókum. Aðeins 10% nemenda fannst það leiðinlegt. Og það sem að rafrænu verkefnabækurnar þær eru mismunandi. Það getur verið krossgátur, þetta getur verið píramídar, þetta getur verið demantar, þetta getur verið fylltu inn eða raður rétt eða svaraðu spurningunum með að setja inn orð eða fylla inn á myndir og svo framvegis. Og þetta á að vera skemmtilegt, en þetta er líka til að draga þau inn í námsefni. Svo vinna þau venjulega fyrst verkefni úr rafrænum verkefnabókum og svo gera þau verkefni sem eru þyngri. Til að svona virkja áhugahvötina. Og 54% nemenda fannst verkefnaálagið vera of mikið, en engu nemenda fannst það vera of lítið, stafsninga vill að ég laga. 44% nemenda vilja hafa fjarkennslu gegnum blandaða leið, kennslumyndbanda og námsumsjónarkerfis. En heldur fleiri nemendur kjósa kennslumyndbönd frekar en kennslu gegnum námsumsjónarkerfi. Þetta þýðir bara það, að flestir nemendur þeir vilja að það sé bæði hafi kennarinn bæði beint í gegnum námsumsjónarkerfi, þannig að kennarinn er í rauninni með fjartíma, en á sama tíma að það séu kennslumyndbönd, því að þeim finnst það líka þægilegt að geta hoppað fram og aftur.
79% nemenda taldi að skipulag áfangs væri gott, þetta er heilt yfir og það kemur dálítið inn á hvernig ég set hann upp, hvernig hann er skipulagði inn í námsumsjónarkerfinu og þá líka á Facebook síðunni þegar hún tengist henni beint og stundum er þetta að hoppa sko í gegnum kerfi frá Facebook inn í Moodle og þaðan beint yfir í hérna Outlookið og þá þau kerfi sem við erum að nota þar eins og til dæmis bara Teams, Stream, allt Office þar geta þau verið að vinna sameiginlega þegar þau eru öll skráð beint inn í Outlook-kerfið og þau eru tengjast í gegnum Outlook, þannig tengjast þau inn í Moodle. Stúlkur eru duglegri að lesa heldur en drengir og það er bara heilt yfir, stúlkur eru líka að fá hærri meðalengun heldur en drengir og þetta er eitthvað sem þarf að vera meðvitaður að reyna að skoða þú veist bara hvað er það og hvað er það sem við getum gert til þess að reyna að bæta námsárangur drengja. Og svo verkefnaálag, venjulega er þannig að það er of mikið verkefnaálag hjá mér og nemendum finnst það þannig að ég brugði á ráð að taka út verkefni, ekki taka út námsþætti, heldur taka út verkefni innan námsþátta. Og almennt telja nemendur að upplýsingagjöf sé góð og það er svona aðeins mismunandi eftir áfengum en það er frá 70 upp í 90%. Segja að upplýsingagjöf sé góð, mjög góð eða góð. Og þetta var svona hvað lægst í inngangsáfanganum mínum en best í rannsóknum í félagsfræði. 82% nemenda telur upplýsingagjöf til kennara til nemenda sé góð en enginn nemandi taldi að hún væri slæm sem er samt sem áður. Ákveðið meðmæli. Og eftir aldri 53% nemenda 19 ára eldri lásu í hverjum tímamóti 32% yngri nemenda en í hverju viku þá erum við með hlutfallið á milli 80%. Verkefni eru nokkuð mismunandi á milli áfanga, 70% telja verkefnaálag vera of mikið í áfanganum, kenningar og samfélag en aðeins 25% í heilsufélagsfræði og það er líka mjög gott að hafa það í niðurstöðu því að þá get ég miðað við það að ég taki þá meira af stökum verkefnum út í þeim áfanga og svo er þetta rótera á milli annað verkefnum sem eru tekin út. Og þá segi ég helstu áskorunum fyrst ég að draga verkefnaálagið með að taka út tiltekin verkefni og færa á milli annað. Það er ekki að taka út tiltekna flokka, heldur fækka verkefnum inn á flokka. Svo er hægt að nýta á næstu önn þegar önnur verkefni eru tekin út í staðinn eins og ég minnst á áðan. Og einnig segi ég að það er mikilvægt að halda inn Moodle-kerfinu. Þú veist, ef innað er orðið jafn gott kerfi á Moodle og virkar jafn vel og ég hef jafn mikið af hliðarforritum eða svona plug-in forritum sem ég get notað í til dæmis bara fjarkennslu og í almenna kennslu og ég hef jafn mikið af möguleikum til að búa til dæmis bara til mismunandi fjölbreytt verkefni sem ekki eru til staðar. Það er innan við helmingur af þeim verkefnum og töluvert innan við helmingur af þeim verkefnum sem ég er að nýta sem að innan ræður við og þá sé ég svona helstu áskorunar að reyna að halda Moodle inni eða á móti að reyna að bæta innukerfið. Við framöndan reikna með að halda áfram þróunarstarfi sem ég er að vinna, þetta er mikið að tækifærum og þá má sérstaklega minnast á tenginguna milli Moodle og Outlook þar sem þetta er að þróa gríðarmikið af kennslumöguleikum með forritum eins og Teams, Stream, Office og fjölda annarra forrita en allir nemendur sem vinna með Moodle eru beintengdir inn í Microsoft Outlook. Núna hef ég þegar hafið þessa vinnu með nemendum og er mjög spennandi. Þá er einnig við rætt að koma á þróunarhópi með Menntaskólanum í Kópavogi sem vinnur með þessa tengingar og milli kerfa sem á nokkrar aðrar framhaldsskóla sem að náttúrulega væru þá velkomnir í þann hóp. Þá hef ég verið í sambandi við Villa í Menntaskólanum í Kópavogi. En ég þakka fyrir þetta og bara vona að þið njótið.